Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér til Seyðisfjarðar. Ferjan var að koma hérna inn, klukkan rétt 8 að morgni og ferjan og afgreiðsla hennan setur alltaf sterkan svip á Seyðisfjörð. Seyðfirðingar vildu ekki missa þennan þátt úr bæjarlífinu. Sjáum að fólkið farið að streyma í land, fer í tollskoðun, það bil 660 farþegar og hátt í 100 bílar sem koma með ferjunni í dag. Svona sumartúrisminn að byrja og við skulum fylgjast með því hvernig ferjan afgreidd. Hvernig gengur? Ég sé út með svona aflögu færum með hvítvín og rauðvín. Erum við eitthvað að reyna? Það hefur verið mikið af rútuferðum núna í vor og verið töluvert það að þeir hafi verið með eitthvað umfram, en ég held þetta væri nú yfir staðið. Ég er búinn að tala við svo marga rútubílstjóra undanfarið en lengir von á einum. Hvernig vinsið úr? Ég sé að sumir bílar renna í gegn, aðra stoppið og takið í nefið nánast. Þetta svolítið sálfræði? Það ýmsar aðferðir við það. Við höfum mjög mismunandi aðferðir við að velja úr hvað við ætlum að taka til skoðunar. Síbreytilegt og ekki alveg svona fyrir almenning að vita það hvað aðferðir við notum. Það eru margar rútur bæði frá Færeyjum og Þýskalandi og reyndar ein íslensk. Eru þetta hópar sem að fara og ferðast um landið þann tíma sem að ferja stoppa nú? Já, mest það svoleiðis hópar sem að koma á þriðjudagsmorgni og fara á miðvikudagskvöldi. Fara hér í skoðunarferðir í 2 daga, gista borð á þriðjudagskvöldinu. En núna var líka allavega ein rúta sem verður hér í viku og síðan voru Íslendingar að koma frá Færeyjum úr Britsferð. Vonandi hefur það gengið vel. Já, góðan daginn. Þið eruð að koma með ferjunni, óvenjulegt að sjá íslenska rútu vera að koma að utan. Hvaða ferðalag eru ykkur? Já, þetta var mjög gott ferðalag og kannski ekki beint útþenslustefna hjá okkur Íslendingum, en við vorum á kjördæmamóti í Brits og við fyrir nokkrum árum síðan, 2005, þegar ég var forseti Britsambands Íslands og hitti ég forseta Britsambands Færeyja á þingi í Oslo og við vorum að tala hvernig við gætum aukið tengsl landanna tveggja vinaþjóðanna í Brits. Og þá datt okkur þetta í huga að fá Færeyjar inn sem kjördæmi í kjördæmamótið, en kjördæmamótið mót þar sem að keppa öll gömlu kjördæmin. Þannig að Norðurland, Vestra, Eystra og öll gömlu kjördæmin við sitt lið. Hvernig voru Færeyingar heim að sækja? Það var nú að segjast þess að þetta einhver mesti toppurinn í okkar lífi sem fórum þessa ferð, því að það var tekið á móti okkur með slíkum kostum og kynjum. Bæjarstjórinn í Þórshöfn hélt fyrir okkur stóra og mikla veislu sem að enginn af okkur breiðspyrjurum mun nokkurn tíma gleyma. Það var ekkert til sparað, hvorki mat né drykk, og vináttan sem flæddi frá þessu fólki ógleymanleg. Hvernig þessi ferðamáti? Smalið hópnum saman í eina stóra rútu og akið borð í ferjuna og svo siglt. Hvernig kunnuðu við þennan ferðamáta? Ég hef aldrei farið með smyrli áður og við erum alveg undrandi á þessu ferðamáta. Það voru nú einhverjir svona í Reykjavík sem sögðu svona hæðnislega ætlið með skipinu, en þegar við komum hér borð og settust inn á bara siglandi lúxushótel, þá uppgötvuðum við alveg nýja vídd í ferðalögum frá Íslandi. Þetta stórkostlegt farartæki og það allt til alls. Og það var ekki vandamál fyrir okkur að spila Brits borð. En eftir þessar reynslu þá geturðu mælt með þessu ferðamáta? Já, ég geri það alveg hygglust og það var náttúrulega, ég veit ekki hvernig þegar er vont í sjóinn, en
En það var nú ágættar öldur en þetta skip haggast ekki. Það var alveg bara stórkostlegt. Við erum farið með eina britsvísu sko að fararstjórinn okkar Nonni, hann gerði þessi vísa að Nonni er engin kjáninni klaufi kant annan. Hann svínaði fyrir fjarkan í laufi og fann hann. Ferjumál, Seyðisfjörður og kannski Jónas Hallgrímsson, svolítið samnefnari á milli þessara hugtaka og mannanafna. Og ég er búinn að ná Jónasi Hallgrímssyni hérna á bryggjunni. Jónas, ég ert ekki svolítið montinn að því að hafa átt stóra þátt í að koma þessum ferjusiglingum á? Ja, það er nú allt og smátt orð að segja, montinn sko. Þetta var svo stórkostlegt að það er ekki ennþá þannig að trúa þessu eftir 13 ár frá því að skipið fór nú í byggingu og 11. árið er núna í gangi í siglingunum. Og þetta hefur verið svona vöxtur í þessu hæg og sígandi lukka? Já, það hefur verið það og það er svona sjáanlega breytinga núna til dæmis. Það er miklu fleira fólk sem kemur vor og haust, það er að segja á axlartímunum eins og við köllum þau. Það er miklu fleira fólk sem kemur í hópum, hópferðir. Og er svolítið að lengjast tími líka? Já, hann er líka að lengjast. Koma fleiri svona snemma vors eins og núna og fram á haustið? Já, það voru til dæmis að vera ánægilegt að hér voru að fara í landa á 700 farþegar í morgun og annað 100 ökutæki. Og það er nýlegt á þessum tíma. Þetta hófst fyrir 2 árum síðan þessi breyting og hún hefur bara vex. Í vetur barst stjórnendum Fjarðabyggðar fyrirspurn frá stjórnendum skipafélagsins Smyri Line sem gerir ferjuna út. Þar var óskað eftir viðræðum hugsanlega hafnaraðstöðu fyrir ferjuna í Fjarðabyggð og þá var það Eskifjörður sem helst þótti koma til greina. Stjórnendur útgerðarinnar báru því við að Fjarðarheiði hefði reynst erfiður þröskuldur fyrir þá sem vildu sækja Ísland heim. Þetta olli miklu fjarafóki á Austurlandi, ekki síst vegna þess að samtök sveitarfélaga á Austurlandi hafa markað þá stefnu að ferjuhöfn Austurlands sé á Seyðisfirði. Hins vegar töldu stjórnendur Fjarðarbyggðar ekki stætt á öðru en að ræða við stjórnendur útgerðarinnar. Annað væri dónaskapur og það væri ástæða til þess að kanna hvað stjórnendum Smyri Line gengi til. Bent var á að hugsanlega færu þeir með ferjuna og hafnir á Suðurlandi ef Austfirðingar héldu fast við Seyðisfjörð. Ég skil ekki þessu umræðu og tek ekki þátt í henni. Það er að segja ef ég kemst hjá því. Við bara megum alls ekki missa ferjuna. Hún er mjög stór hluti af bæjarlífinu hér og atvinnulífinu, mjög margir sem hafa atvinnu af þessu beint og óbeint. Nú hafa stjórnendur Fjarðabyggðar upplýst að ólíklegt sé að ferjuhöfnin verði færð til Eskifjarðar. Þessu fagna Seyðfirðingar, enda telja þeir ekki skynsemi í því að byggja upp aðra ferjuhöfn á Eskifirði sem gæti kostað hátt í 2 milljarða króna. Það er núvirði framkvæmdanna sem lagt var í ferjuhöfnina á Seyðisfirði. Krónur í höfnina á Eskifirði yrðu að koma úr ríkissjóði, úr vasa skattborgara sem varla geti talist skynsamlegt eins og ástandið er í þjóðfélaginu í dag á meðan ferjuhöfnin á Seyðisfirði er til staðar. Ég myndi ekki gera það eftir þann milljarð. Ég myndi frekar láta hann í Landspítalabyggingu eða eitthvað slíkt sem við þurfum nauðsynlega á þjóðina að halda en það eru greinilega einhverjir aðrir á annarri skoðun og þá hafa þeir bara of mikið af peningum finnst okkur hinnum og kannski verða þetta skattleggja það þá á einhvern annan hátt. Þú varst hérna á bryggjunni og tókst á móti fyrstu ferjunni sem kom ekki rétt. Já, 14. júní 1975. Já, það var Smyrill gamli. Það var stórstund. Og kannski síðan er svolítið samnefnarið þarna á milli Seyðisfjörður og ferja. Ég held að sé komið svolítið inn í huga þjóðarinnar. Já, og það hefur allt blessast, þetta hefur allt sem að blessast og verið svo ánægilegt og góð kynni skapast við færingana og mikið traust. Bæði fyrir það og annað er maður þakklátur fyrir að hafa fengið að taka þátt í og nú er ég bara hérna vikadrengur og hef jafn gaman að því og hér er tekin við hérna ný kynslóð öflugra manna og ég bara reyna að styðja þá. En ég kannski má segja að 75 þegar þessar ferjusiglingar byrja að það verður svona ákveðin aflvaki og upphaf af sókn í ferðamálum á Austurlandi. Já, það má alveg fullyrða það. Við ætlum að fara sömu leiðina og fórum í að aðstoða og styrkja hvort annan í því að byggja hér upp
beint flug inn á Egilsstað en því miður það lukkaðist ekki. En sú tilraun var alvarleg og hún kostaði bara þó nokkuð mikla peninga og vinnu. Og þetta mun stærri og öflugri ferja sem núna í ferðum heldur en var í upphafinu. Afskaplega glæsilegt skip sem maður heyrir í farþegum að þetta skip fer nú bara mjög vel með fólk. Já, þetta bara eins og þetta á að vera og við erum bara afskaplega þakklát fyrir það að þetta hefur getað látið sig gerast eins og það hefur gerst. En það geti ekki hafa gerst nema því að hér í landi eru sérfræðingar á hverju á sínu sviði sem að ganga að verkinu, hvað sem að það eru starfsmenn Austfars, þeir sem að hafa með farþegaflutningan að gera, tollurinn, löggæslan og allt þetta og þegar vendilega sé hvað þetta gengur smurt fyrir sig og það ekkert verið að humbúkka við hlutina, það bara allir hér á fullu í þessu og þetta tekur ekki nema kannski þessi reglulega afgreiðsla á fullu skipi sem reyndar var nú ekki nema helmingunni í morgun að hún tekur ekki á sumrinu þegar allt á fullu og hér koma kannski 1000–1200 farþegar og annað eins fer, þá þetta alveg ævintýralegt að sjá hvað þetta fólk hefur tamið sér góðar, skjótar og úrræða miklar aðgerðir til þess að láta þetta ganga. Því að það má enga mínútu missa. Þú nú komin með léttvín á vagn, hvert eru með þetta? Bara heim í kjallara eða? Já, þetta nú gömul spurning sem maður hefur oft heyrt áður en þeir sem að hugsa þetta svolítið lengra vita að þetta fer allt til ríkisins og eftir löglegum leiðum og mikilli skriffinsku. Ég sé að það eru nokkrir mjög stórir torfæru trukkar. Þetta mér detti hvort að stríðið væri að skella á. Já. Í hvers konar ferðalag ætlar það fólk sem að býr sig svona út til Íslands? Það náttúrulega þekkt og búið að vera hér langt árabil að það koma nokkrir svona ofurbílar og þeir hyggja á einhverjar hálendisferðir og þess aftar. Maður fann nú svona sem Íslendingur svolítið hrott fyrir hönd náttúru landsins þegar maður sér þessa trukka. Já, það hafa komið upp vandamál með slíka bíla en megnið af þessum bílum eru vandamálalausir og aka hér bara eftir vegum eins og löglegt er. En við megum kannski ekki fókusa á þessa örfáu sem að fara ekki á lögum. Þú varst nú hérna í bæjarstjórn lengi vel. Jú, og bæjarstjóri í 10 ár. Bæjarstjóri í 10 ár? Já, það voru góðir tímar, uppgangstímar, ungt fólk og með háleitar hugmyndir og ég held við höfum komið flest öllum í framkvæmd. Það ákveðin brekka núna, fólki hefur verið að fækka. Ef þú værir að berjast í kosningu núna og ætlaðir að komast inn í bæjarstjórn, hvað myndirðu gera til þess að snúa þessari þróun við og sjá til þess að hér verði aftur uppgangstímar? Sko, grundvallaratriði fyrir þetta byggðarlag og önnur hér jarðgöng. Og ég stoltur af því að hafa hafið þá umræðu með félögum mínum, bæði Loga Kristjánsinni og öðrum á Neskaupstað og fleirum hér og stutt hér að því að þessi umræða fór á það stig að menn áttuðu sig á því að það var hægt að bora hér jarðgöng. Það var talið að það væri bara alls ekki grundvöllur til þess en svo fórum við sjálf, sveitarfélögin, í að kosta þær forrannsóknir sem að forráðamenn þjóðarinnar töldu ekki þess virði á þeim tíma. Þú semst að meina að jarðgöng séu forsenda fyrir því að hér geti blómgast áfram? Það bara spurning það að hér verði mannlíf áfram. Það bara engin spurning það. Ef að menn hafa einhverja aðra hugmyndir og vilja ekki taka þátt í því á öðrum stöðum á landinu að Seyðfirðingar komist hér í mannsæmandi samgöngur að þá við aðra landsmenn og þá eitthvað brogað bara við þetta. Einhvern tíma lítur að koma því að menn átti sig á því að hér er bara hafnarbær Fljótsdals héraðs
og ég sé bara byggðina, ekki bara hér, eflast og dafna með því að komast í daglegar og öruggar vetrarsamgöngur við Fljótsdalshérað og þá hér suður síðar meir, að tengja saman firðina hér síðar meir. Og hérna, það bara allt annað landslag sem myndi skapast hér, eitt atvinnusvæði, allt Austurland. Þarf ekki að fara út í þetta, bara skoðið bara landakortið og tæknilega er þetta hægt. Þetta er spurning um forgang og spurning um dug og áræði, eins og alltaf í Íslandssögunni. En svona rétt í lokin, Jónas, hvað ætlarðu að kjósa? Það er ekki spurning, en ég ætla nú að hafa það hjá mér en ég brosi nú anskoti framsóknarlega eins og ég fer. Nú frá Seyðisfirði höldum við upp yfir, eins og sagt upp á Hérað, förum beint á flugvöllinn, en þar var mikið að vera í vikunni. Þar var norski fáninn við hún og lögreglubílar á erlendum númerum og erlendir lögreglumenn í fullum skrúða svo eitthvað sé nefnt. En hvað var eiginlega að vera? Framleiðslufyrirtæki Pegasus sem stendur að þessu verkefni með breskum aðila sem heita Tiger Aspect og Pegasus hefur sem sagt verið að sjá Íslandsþáttinn að redda mannskapi og þessum fína flugvelli hérna sem við höfum verið að fá á Isavia og þeir eru búin að vera mjög liðlegir við okkur. Við erum búin að vera núna á Reyðarfirði síðan í janúar í myndatökum með stuttum stoppum inn á milli og Reyðarfirði og Egilsstöðum og Eskifirði og það bara búið að vera alveg æðislegt. Þetta svona að fá frábæra móttökur hjá öllum í bænum og öllum bæjarfélögum eiginlega sem við förum inn í og þetta búið að ganga alveg vonum framar. Það fólk sem kemur að þessu, þetta heljarinnar hópur. Ég myndi svona skjóta á þetta að það væri alveg 120 manns í heildina. Og þetta svona skipt 50-50, það alveg helmingur aðeins og Íslendingar sem eru tæknifólk og leikarar og statistar og það endalaust af fólki sem kemur að þessu. Spurning það, ég ekki vafið það, þetta algjör lyftistöng hérna fyrir þetta svæði að koma hérna veturnar og vera með hérna yfir 100 manns út allt hérna, þannig að það alls konar atvinna sem skapast í kringum þetta, bæði þjónustustörf og tækjabúnaður og ýmislegt. Nei, þetta ekki síðasta sinnan, við eigum eftir að fara hérna niður Reyðarfjörð aftur og við erum eftir að fara inn á Eskifjörð og það fullt eftir. Við verðum hérna út til 7. júní. Ég get ekki svarað því hvernig áframhaldið verður en auðvitað vonum við það. Þetta verður bara að slá í gegn, þannig að þetta verður hérna næstu árin en við vitum það ekkert fyrr en að þetta verður matréttunum í áhorfandann. Ég alveg viss það að þetta fær í sjónvarpið hérna á Íslandi. Það bara spurning hverju verða fyrstir til þess að ná því. Já, það eru leikarar hérna, íslenski leikarar sem koma að þessu. Það Björn Hlynur til dæmis, hann leikur tiltölulega stórt hlutverk og svo eru mikið að auka hlutverkum sem eru bæði Reyðfirðingar og fólk hér að austan sem hafa verið að leysa mjög vel. Já, það alveg ekki spurning. Það mjög mikil þekking á Íslendingum núna sem þeir eru búin að vera að læra að öllu þessu umstangi, að öllum þessum bíómyndum og þetta sem hefur verið að koma eitthvað, það ekki spurning. Ég ekki vafið það að það mikil gjaldeyri að koma hérna inn vegna allt þetta umstang, vegna bíómynda og sjónvarpsþátta, það vita það allir, það ekki að ræða það eitthvað annað.
Bogfimi er ekki gömul íþróttagrein á Íslandi en hefur þó verið stunduð hér með einum eða öðrum hætti í 50 til 60 ár. Íþróttafélög fatlaðra hafa verið með slíka starfsemi. Til dæmis hefur íþróttafélagið Akur á Akureyri verið með bogfimi og nú eru fleiri félög að bætast í hópinn. Eitt yngsta félagið er skot íþróttafélagið Drekinn á Eskifirði en stjórnendur þess stóðu fyrir opnu móti Austurland Open í íþróttahöllinni í Fjarðabyggð á dögunum í samvinnu við bogfimideild skotfélags Austurlands. Nú stórskiptan Hjalti Stefánsson var á staðnum og forvitnaðist þessa íþrótt og uppgákennar á Íslandi. Já, það eru örugglega 20-30 manns sem eru svona stunda þetta, bæði hér í Dreka og eins hjá þeim í Skaust og það er vaxandi. Og eru þeim með bogfimideild innan ykkar raða? Já, við erum stofnuð deild núna 2012 og fórum á fullt bara í fyrra reyndar með að útbúa brautir og annað. Við ætlum að vera með útibrautir hérna í sumar og okkur úti. En hvað er svo heillandi við bogfimi? Já, þetta er náttúrulega bara, fyrir okkur er þetta náttúrulega bara að skjóta eitthvað, gera eitthvað. Og við erum náttúrulega skjótun og kannski ekki nema mestmegnis svona úti þá yfir sumarið í þessu riffilgreinum og því, en þá var þetta, getur verið stundað þetta inni. Ásamt náttúrulega þá loftbyssugreinum og því sem við erum með hjá okkur í Dreka. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Og þetta er náttúrulega frábær aðstæða hérna, að geta verið hérna, skjóta þessum löngu vegalengdum hérna. Og hérna, þetta er alveg frábært að fá að vera hérna í Fjarðarhöllinni. Það er ekki löglegt eins og er, því miður. Ég held að þetta sé leyft í öllum löndunum í kringum okkur. En það hefur gengið mjög illa að það komist í gegn hjá yfirvöldum. En vonandi stendur það til bóta og hérna núna þegar við erum komið með öfluga skyttur og sem eru að stefna á stórmót erlendis, ólympíuleika eða eitthvað slíkt, þá hérna, fær þetta kannski meira athygli og við fáum kannski smá jákvæðan stuðning frá stjórnvöldum. Já, við teljum ekki að þetta ætti ekki vera neitt til fyrirstöðu að vera þetta stundar boðvæðar hér á landi. Þetta er leyft í Danmörku, Finnlandi, það eru pröfur búin að fara fram í Svíþjóð og eins og þetta er búið að leyfa þetta á Grænlandi. Noregur er með þetta í skoðun og flest í Evrópu bara sem þá eru helmingur Evrópuþjóða sem hafa leyft boðvæðar í dag. Og ég held að þetta sé bara þekkingarleysi og vankunnátta en við erum að reyna að verðast fyrir þessu og reyna að kynna þetta og að fólk leiti sér upplýsinga þetta. Þetta er rannsóknir allt þetta bara eins og í Danmörku og fleira og út af þessu rannsóknum í Danmörku þá hafa flest lönd leitað sér þekkingar þangað. Ég tók námskeið í janúar 2012 og keypti svo trissubóa minn í apríl 2012, þannig að nei, ekki lengi. Og hvernig er þetta? Æðislegt, alveg frábært. Hvað er svona æðislegt? Bara góður félagskapur og bara gaman að prófa eitthvað nýtt. Sérstaklega ef maður er góður í einhverju, þá er bara að gera. Eru margar konur í bogfimi? Það er alveg slatti en það fer alveg fjölgandi og mættu alveg koma fleiri, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Já, það var Íslandsmeistaramót innanhús í apríl og við vorum 3 ár í trissubónu þar og í annarskipti árið í röð þá var ég Íslandsmeistari. Þetta byrjaði upphaflega sem bara átti að vera mót á milli félagana sem eru hérna, Drekinn og Skaust. En þetta vatt upp á sig mjög hratt sko. Og hérna ótrúlegur fjöldi sem að mætti finnst okkur allavega. Það er hérna fullt af fólki frá Reykjavík, það er fólk að norðan frá Sauðárkrók og Akureyri. Og hérna þannig að þetta er búið að vera rosalega gaman. Það er þessi 18 keppendur sem eru að keppa í dag. Og þetta er meðal annars fólk sem hefur farið á heimsmeistaramót í bogfimi. Fólk sem stefnir á Ólympíuleikana 2016. Og já, allt frá byrjundum upp í alveg verulega langt fólk. Ég byrjaði á þessu fyrir rúma ári síðan og var algjörlega húgt á bogfimi og þetta er alveg afskaplega skemmtilegt. Og núna er ég bara gjörsamlega komið með bakteríuna og stunda þetta mörgum sinnum í viku og
og er bara gengið býsna vel. Það eru nokkuð margir af bestu skiptunum eru komnir hingað, þannig að maður fara alveg verður að keppni en þetta er bara hörku skemmtilegt. Mér hefur alltaf fundist þetta svona heillandi sport. Ég var aðeins að skjóta riffli og haglabyssu en svo fekk ég að grípa í boga einn góðan við þetta og bara eftir fyrstu þá var ég alveg gjörsamlega húgt á bogfinni, þannig að þetta er algjör draumur og svona seinni tíma, langtíma draumurinn er svo að geta farið á rjúpum og veitt með bóður. Það verður svona alveg toppurinn á tilverunni. Er uppgangur í þessu á Austurlandi og víðar á landi í bogfimi? Alveg rosalega. Það virðist vera bara bogfimi æði að heltaka þjóðina. Þetta er að skjóta kollinum allstaðar. Bogfimisetrið var einmitt að opna útibú núna á Akureyri, þannig að þetta er að dreifa sér rosalega hratt. Mér bara leist rosalega vel á hvernig var staðið að þessu og hérna erum við með glæsilega aðstöðu, getum fengið að skjóta innandýra á löngu færi sem er því miður alltaf erfitt í bænum. Þannig að mér bara finnst þetta alveg tilvalið að fá smá náttúru og bogfimi í leiðinni. Það er mjög auðvitað að hitta skífuna, en síðan að komast inn í miðjuna það er bara þolinmæður tími. En það tekst öllum á endanum.